Meðganga og fæðing verður í kjölfar getnaðar, en getnaður er það sem við notum yfir þegar það verður frjóvgun hjá fólki. Ef að sáðfrumurnar finna sér leið í gegnum leghálsinn og upp í gegnum legið út í eggjaleiðarann og finna þar egg, þá reyna þær að troðast inn í, og ef að ein kemst inn í þá breytist yfirborð egginu þannig að fleiri komast ekki inn og eggið hefur frjóvgast. Þá verður til okfruma. Þessi fruma, þegar kjarnar sáðfrumunar og eggfrumunar renna saman og mynda nýja frumu. Þessi fruma á leiði sinni niður eggjaleiðarann byrjar að skipta sér. Þessi eina verður að 2, 2 verða að 4, 4 að 8, 8 að 16 og svo framvegis, tvöfaldast alltaf. Og þannig verður til kúla af frumum. Og þessi kúla er holað innan. Svo leggst hún saman og myndar þannig vísi af meltingarvegi. Þetta er svolítið flókið. En þegar að kúlan er orðin nokkuð stór, þá leggst hún í leggslímuna sem er innan í leginu og það byrjar að vaxa í kringum hana æðar. Og ef að það kemur þangað egg sem fer að vaxa, að þá skolast þessi leggslíma ekki út og kona hefur ekki blæðingar. Og það getur verið merki að kona sé ófríska að hún hafi ekki blæðingar í dálítinn tíma. Úr þessari leggslímu myndast hægt og hægt það sem við kallum legköku eða fylgju og síðan naflastrengur sem að tengir fóstrið við móðurina. Og þetta er í raun þannig að ef að þetta er barnið og þetta er mamman, að þá tengir naflastrengurinn barnið eða fóstrið við mammuna og fær það næringu, súrefni og losa sig við úrgangsefni naflastrengin. En við vorum kannski ekki komin alveg svo langt. Við köllum þetta fyrst fósturvísi þegar þetta er orðið bara pínulítið, en leið á þetta fyrir að taka á sig mynd manns, þá förum við nú að kalla fóstur. Svo þegar við komin lengra fram þá förum við að tala barn. Það sem að gerist í legkökunni er að æðarnar sem liggja frá barninu liggja inn í legkökuna og hlykkjast legkökuna og liggja svo tilbaka og þær liggja alveg við æðar móðurinnar. Þetta er mjög blóðríkt svæði, mikið blóðana, þannig að næringarefnin komast á milli og úrgangsefnin tilbaka, súrefni kemst líka á milli og koltvísýringur, en það verður ekki eiginleg blóðblöndun. Blóðið, þær getur til dæmis auðveldlega verið af sitt hvorum blóðflokknum, bæði fóstrið og móðurinn eða barnið. Og þannig nærist fóstrið. Meðganga tekur að jafnaði 40 vikur, sem eru nálægt í að vera 9 mánuðir, en eðlileg meðganga er talin vera 38 til 42 vikur. Ef að kona er ekki búin að eiga eftir 42 vikur, þá er hún yfirleitt sett af stað, fær hún lyf sem kemur af stað fæðingu, en ef það verður fæðing eða innan við 38 vikur, þá er talað fyrirburafæðingu. Og það þarf nú að vera töluvert mikið fyrir 38 vikur til þess að það fylgi því mikil hætta. 2-3 vikur fyrir 38 vikur er nú yfirleitt ekki mjög hættulegt. Þegar að barnið er orðið nógu stórt eða stundum fer fæðing af stað án þess að barnið sé orðið mjög stórt, þá er bara eitthvað sem gerist í líkamannum sem gerist það að verkum að fæðing fer af stað. En alla jafnvel gerist þetta eitthvað sem er í kringum 40 vikur. Þá snýr barnið sér, það er á hvolfi yfirleitt, og ef síðan skorðar það sig niður í mjaðmagrind móðurinnar og svo þegar það er tilbúið þá byrjar móðurinn að fá hríðir sem eru svona vöðvasamdrættir í leginu. Þeir geta orðið á seinni hluta meðgöngunnar alltaf annars slagið, en það er þá bara legið aðeins að æfa sig, aðeins að taka á því áður en þetta byrjar. En hríðirnar koma með reglulegu millibili þegar fæðing er að fara af stað. Það er ekki þannig að konur sem eru að fara að eiga barn missa alltaf fyrst vatnið.
eins og þeir í bíómyndunum. Það er ekkert endilega þannig, kona getur verið komin ansi langt í hríðum áður en legvatnið lekur út. Og stundum það hreinlega að sprengja gat á belginn, af því að hann rofnar ekki fyrr en bara rétt fyrir fæðingu. Hríðirnar, það er lengjast og bilið á milli þeirra styttist og þannig er legið bara að gera sig klárt þangað til að eiginleg fæðing byrjar. Þetta getur tekið marga klukkutíma, jafnvel einhverja sólarhringa, og að svona yfirleitt það geta nú ekki mikið meir en svona hálfan til 1 sólarhring. Ef barnið er ekki á hvolfi er sitjandi, ef að legkakan er fyrir til dæmis leghálsinum eða eitthvað í þá veruna, þá er farið í keisaraskurð. Það er talað um val keisara, það er ákveðið fyrirfram að fara í keisaraskurð, en svo ef allt fer í vitleysu í fæðingu og barnið bara kemur ekki út eða situr fast, þá er farið í bráðakeisara. Þá er bara skorið gat á kvið móðurinnar, ekkert mjög stór skurður hérna nokkurn veginn við það sem að nærbúnastrengurinn kemur, skorið gat og legið og barnið sótt. En það fylgir áhætta bæði fyrir móður og barn að fara í keisaraskurð. Á meðgöngunni geta orðið til tvíburar. Tvíeggja tvíburar eru bara þá losna 2 egg sem að 2 sáðfrumur frjóvga. Tvíeggja tvíburar eru í raun ekkert skyldar en hver önnur systkini. Þeir eru bara jafn gamlir og deildu legi móður sinnar. Eineggja tvíburar verða hins vegar til þegar egg sem er byrjað að skipta sér, 1 egg verður að 2, það dettur í sundur og myndar 2 einstaklingar sem eru með sama erfðaefni. Og meira að segja, ef að eggi dettur ekki alveg í sundur eða grær einhvern veginn saman aftur, þá getur orðið til síamstvíburar sem eru samvaxnir tvíburar.